Það var bara af því að þáverandi trúnaðarmaðurinn var að hætta. Það hafði engin áhuga að taka þetta að sér og mér fannst mikilvægt að það væri trúnaðarmaður. Það var eina ástæðan. Og varstu lengi trúnaðarmaður? Þangað til var rekin, já, frá 2018. Já. Og þú varst rekin vegna þess að starfa þinna sem trúnaðarmaður? Já, ég var rekin vegna starfa minna sem trúnaðarmaður. Ég var víst eitthvað erfiður trúnaðarmaður. Ég var að mótmæla því það væri verið að gera breytingar sem voru í rauninni ekki leyft að gera án þess að hafa samráð við okkur. Já. En Icelandair er ekki sama sinnis? Þau segjast að það var rekið út af öðrum ástæðum eða eitthvað? Já, þau sögðu að ég væri erfið í samskiptum, hvers í tali, sem er, já, mjög skemmtilegt. Það er náttúrulega leiðilegt að vera rekin og þetta var mjög erfitt, en ég er ánægð að hafa verið ég sem lenti í þessu, af því að ég er náttúrulega í stjórn Eflingar og var með svolítið tengingu inn í félagið og ekki að það hefði verið tekið öðru sig á því ef þetta hefði verið einhver annar, en ég gæti verið svolítið öruggari kannski í því að vita hver rétti minn var og er. Þannig að Er Efling eða þú í einhverjum málaferlum út af þessu? Já, við erum núna með mál fyrir félagsdómi og ég hef bara fundið fyrir miklum stuðningi frá Eflingu, bara frá upphafi og nú erum við bara, þetta er svona að byrja almennilega. En svo varst þú valinn eða kjörinn, allavega ertu varaformaður núna. Hvernig vildi það til að þú ert varaformaður? Já, náttúrulega bara þegar Sólveig fór úr stjórninni, þá eðlilega fór Agnieszka upp í formannssætið og innan stjórnarinnar þá völdum við bara úr okkur, af því við erum náttúrulega félagslega kjörin þar og ég bauð mig fram í það, verandi atvinnulaus á þeim tíma og hafði nægan tíma í þetta. Og ég var svona sagt bara kosin af stjórninni þá, tímabundið. Ok, kærar þakkir. En Guðmundur, hver er Guðmundur Baldursson? Ég heiti Guðmundur Jónatan Baldursson og er borinn og barnfæddur hér í Reykjavík, í smábúðarhverfinu, Svogaveginum. Ólst þar upp og fór síðan á sjó í Þorlákshöfn. Ég var 18-19 ára gamall, 18 ára líklegast. Keyrði á milli og var þar til að byrja með á netabáti sem heitir Snætindur. Var þar í nokkur ár og hefst það var svo sem minni ýmsu störf svo sem var á sjó og lengi forstöðumaður íþróttamiðstöðvar. Og það var út á landi og síðan flutti ég í bæinn aftur og þá kom hrunið og þá fór ég til Noregs og var þar í, sé ekki haft í 2 ár. Kom svo tilbaka og fór að keyra hjá Greyline, hópferðafyrirtækinu og endaði þar sem trúnaðarmaður og var þar í líklega 4 ár og færði mér svo til Snælands Grímssonar. Var þar í 3 ár og svo kom COVID og svo þekkja menn þetta allt saman. En að því að Ólafur var að nefna foreldri sinna, þá var faðir minn, hann heitir Baldur Guðmundsson og hann var bílaselja lengi vel á Bergþórugötunni og síðar í Sigtúninu. Hann er lifandi blessakarlinn, hann er komin á 10 ára aldur og hestaheilsu og einnig móður mín sem er alveg aðra nýrað. Þannig að ég á vel aldraða foreldra, þeim líður vel sem betur fyrr. En þú sagðir að svo kom COVID, þýddi það að þú hefur misst vinnuna þá sem bílstjóri þegar COVID kom? Hvað segirðu Gunnar? Þýddi það að þú hefur misst vinnuna þegar COVID kom? Já, það var eiginlega sjálfhætt, það lokaðist allt eins og menn þekkja og svo voru menn náttúrulega bara, var ekkert að gera. Þá fóru menn að leita eitthvað annað og ég fór í verktakabransann og hef verið í honum nánast síðan. Og maður svo sem ekkert verið neitt sérstaklega viljur að fara inn í ferðaþjónustuna aftur á meðan á þessi veru fjandi gengulaus. Þannig maður allavega heldur sig á þeim stað áfram eitthvað þangað til að menn fara að sjá fyrir hornið á þessum veru skata. En þú ert í stjórn Eflingar? Já, við fórum þarna inn nokkuð saman 2018 með Sólveigu
og kom inn í þetta á þeim tíma, meðal annars gegnum þig og hafði samband og ég fór síðan að fundi með þeim og úr varða að ég gaf kostumar til stjórnarstundi og búin að vera þar síðan 2018. Og líka vel? Já, ljómandi vel, ég kann ágætlega vita og það er mörg mál sem þarf að koma að stað eins og til dæmis með hópferðabílstjórana, þeir voru að vinna mikið og mikið á það lagt, gert mikið og laun þeirra voru mjög lág og eru mjög lág í samanburði við aðrar bílstjórastéttir, þá voru þau mjög lág og það var eiginlega alveg nauðsynlegt að reyna að koma ykkur lagi á það en það hefur ekki tekist nú vel. Ok, þá var komin til að spyrja ykkur hérna, ef ég byrja bara Ólöfu og spyr svo Guðmund sömu spurningarnar. Það er Þú vilja orða það þannig, sko, hvað er að Eflingu? Hvað það sem það þarf að gera? Það er Bill Gates sagði þetta einhvern tímann að hann nefndi ekki að hlusta á hvað var í lagi, hann vildi bara heyra hvað verið að því það verið að laga það. Það verið óþarf að vera að eyða allt of miklum tíma í það sem var í lagi. Þannig að spurningin hvað er að Eflingu og hvernig ætlið að laga það? Ólöf? Já, hvað er að Eflingu? Við eigum náttúrulega ennþá svolítið land með að koma til móts við erlendra félagsmenn okkar. Það vantar svolítið upp á túlkaþjónustu. Við þurfum svolítið að skoða language line þar. ASÍ hefur eitthvað verið að prófa þetta og ég er mjög forvitin að sjá hvernig þetta er að reynast hjá þeim. Af því það er náttúrulega ótrúlega erfitt fyrir okkur að ætlast til þess að aðstandendur séu að túlka. Það er kannski það svona stærsta að sjálfsögða, getum við alltaf gert betur í fræðslumálum, bæði fyrir félagsmenn og starfsfólk. Já, þú komst mér svolítið óvart með þessari spurningu, hvað er að því Eflingu? Það er kannski... Það er ekki meira að en þetta, þá er ágætt að ég spurði þessu því að þú annars hefur talið upp allt sem var í lagi og það er þá líklega meir og minna í lagi, eftir því sem þú ert að segja, að það mætti styrkja túlkaþjónustu og þjónustu við innflytjendur? Já, það er alveg tímabært að kannski skoða lög Eflingar, þau eru nú orðin svolítið gömul. En ég meina við erum ótrúlega heppið með starfsfólk hérna, þau eru gífurlega reynd og vilju til þess að vinna með okkur. Þannig að mér dettur ekkert í huga akkurat núna. Fyrir það sem ekki vita og að hlusta á okkur að þeir eru verið að tala að bæta þjónustu við innflytjendur, að þá er verið að tala mögulega meir en helmingin af félagsmönnum. Þannig að þetta er ekki lítið atriði innan Eflingu að bæta þjónustuna. Þannig að bæta þjónustu við félagsmenn, að það er líklega stóru leyti að bæta þjónustu við innflytjendur. Er þetta ekki rétt skilið hjá mér, Ólaf? Jú, við erum alveg rúm 50% af félagsmennum eru af erlendu bergi brotnir. Guðmundur, þú færði þessa sömu spurningu. Hvað er að Eflingu? Já, ef þú vart að vísa til þessa atburða sem voru þar í vetur Nei, ég er ekki að vísa til þess. Ég sagði að ég spyr bara svona vegna þess að mér langaði að koma að beint að efninu hvað þið viljið laga. Ég er ekki að vísa til eins, það er bara að spyr hvað er að Eflingu, þú mátt svara því bara eins og vilt. Já, við hefum tekið undir það sem Óli sagði áðan, að við hefum gert ýmislegt fyrir erlend vinnuafl, við erum komið túlkaþjónustu eins og hún sagði og við erum með útgefið efni á pólsku inn í Eflingu og ensku sjálfsögðu líka og svo búið að taka mikið heimasíðan í gegn. Hún er orðin mjög notendavæn fyrir bæði pólverja og enskumælandi og það er ýmislegt sem að bæta en við vorum á ljómandi góðri leið með Eflingu, vorum að breyta þessu og það var búið að takast mjög vel. Og það verður sjálfsagt haldið áfram á sömu braut að vinna sem best fyrir þessa tæplega 30.000 sem eru í Eflingu og reyna að vinna veg sem bestan fyrir þau og sú vinna heldur áfram og nú má segja eins og endalaus að reyna að bæta og laga það sem vel hefur verið gert og bæta pínlítið
ég bara vissulega stolt frá því hvað þetta hefur tekist vel og skrifstofan orðin mjög öflug og það búið auka við fulltrúa þar sem taka á móti erindum frá erlendum verkafólki sem hefur verið svindlað og það hefur verið tekið vel á því og það var sjálfsagt eftir að bæta við það enn meira. Þú sagðir að við hefðum breytt miklu, ertu þá að meina B-listan sem kom inn 2018, þú og Sólveig, ertu að tala um það að þið hafi náð að breyta miklu? Já, við gerðum það vissulega vegna þess að einhvern tímann sagði í kosningabaráttunni að Efling væri sofandi risi og það verið komið tími til að hann vaknaði og hann hefur svo sennilega gert það á ýmsum sviðum og við munum halda því áfram með þessu góða verki sem við höfum gert og það var búið að gera, eins og ég sagði áðan, að búið að gera mjög margt gott innan Eflingar frá því sem var, þegar við tókum við. Ég er bara virkilega stoltur af því. Þannig að þú ert að tala um að halda áfram því starfi sem að Sólveig Anna leiddi. Já, sjálfsögðu, vegna þess að hún var á ljómandi góðri leið með félagi og það var búið að takast, eins og ég var að lýsa hér af framan, búið að takast bara mjög vel. Það er engin ástæða til þess að víkja af þeirri leið. Ólafur Helga, Efling er stórt verkalýðsfélag og það er stærsta svona félag ófaglærs verkafólks, stærsta félagið inn í það sem áður hét Verkamannasambandið, heitir núna Starfsgreinasambandið, hefur verið leiðandi, þetta á bakvið saga dagsbrúnar og sóknar, þetta er félag sem er búið að vera leiðandi í verkalýðsbaráttu á Íslandi áratugum saman, bara frá því fyrir seinna stríð. Hvernig sérðu fyrir þér að Efling muni leiða áfram íslenska verkalýðsbaráttu? Hvað er það sem að við horfum út fyrir Eflingu og horfum bara yfir í baráttu íslensk verkafólks? Hvert er hlutverk Eflingar í þeirri baráttu? Mér finnst náttúrulega bara mikilvægt að Efling sé róttækt stéttarfélag. Við erum bara sterk og ákveðin í því sem við erum að eltast við. Ég vil kannski svolítið líka horfa á samvinnu milli verkalýðsfélaga og stéttarfélaga á Íslandi af því við erum alltaf sterkari saman. Það er styrkur í fjöldanum. Og ég meina við erum, eins og ég segi, með gífurlega gott starfsfólk hérna, sérfræðingar á flestum sviðum sem Eflingar og til dæmis þetta með, við erum að fara að gefa út svona kjarafréttir sem hann Stefán Ólafsson er að vinna mikið fyrir okkur og það er bara eina af okkar leiðum til þess að koma upplýsingum til félagsfólks og það er mjög mikilvægt. Já, mér finnst bara, við þurfum alltaf bara að vera leiðandi afl í þessu. Þú segir að Efling þurfa að vera róttækt verkalýðsfélag. Hvað er að vera róttækt verkalýðsfélag? Hver er munurinn á róttæku verkalýðsfélagi og kannski verkalýðsfélagi sem er ekki róttækt? Við verðum alltaf bara að vera tilbúin til þess að taka slaginn og við þurfum að skoða hlutina mjög vel, vera tilbúin til þess að koma með nýjar hugmyndir, nýjar áherslur, nýjar leiðir til þess að ná okkur fram og ekki vera einmitt feimin við að beita þeim vopnum sem við höfum. Ertu sammála þessu, Guðmundur, á Efling að vera róttækt verkalýðsfélag, óhrætt við að fara í verkföll og beita þeim tækjum sem að verkalýðurinn hefur til þess að bæta kjör sín? Já, ég er alveg sammála því að við þurfum að róttæka en ég tek undir það sem Ólafur segir að okkar styrkur er líki í því að vera með öðrum, vera saman í þessari baráttu sem er framöndan í haust. Við erum náttúrulega að gefa auðlega að vera mikið sterkari þegar við vinnum saman. Sem Efling 30.000 manna samfélag félaga sem íslenskara að þetta er gífurlegt afl ef við beitum því og sem dæmi þá getum við sagt að til dæmis eins og að nota þetta félag til dæmis í afsláttarkjörum. Við förum úti til dæmis ef ég er með 5 menn í vinnu og ég er kannski með 5 eða 6 vörubíla og ég sé við olís til dæmis. Fá ég afslátt á olíunni í þeim, upp á einhverjar krónur. Þetta getum við nákvæmlega notað sömu aðferð með 30.000 manna fylkingu. Við getum fengið alls konar afsláttarkjör út í samfélaginu.
Við getum hugsanlega farið inn í matvörukeðjuna fyrir okkar félagsmenn og fengið einhverjar afsláttarkjör, olíu, bensín, það er hægt að nefna þetta, hægt að fara með þetta svo víðar. Auðvitað notum við eins og þurfum við að vinna þetta allt saman og bara framöndan mikil barátta vegna þess að við þurfum að standa gríðarlega mikið fast á okkur varðandi húsnæði. Það hefur alveg gífurlega mikil áhrif að reyna að halda vöxtu niðri. Það er leiguverð á húsnæði og annað þess þar, þannig að baráttan framöndan verður einmitt á þessum nótum að reyna að krýja út eins mikið af til dæmis afsláttarkjörum fyrir okkar fólk hingað og þangað í samfélaginu og ég er alveg sannfærður að það á eftir að takast. Já, má ég spyrja aðeins út í þetta vegna þess að þetta ekki vanalegt held ég að verkalýðsfélög séu með svona afsláttarkort. Hvernig það ef Guðmundur, formaður Eflingar, semur við Haga afslátt á matvöru en þarf svo daginn eftir að koma og semja hækkuð kjör? Ertu þá ekki búin að á þá ekki Hagar svona inni hjá þér með því að hafa gefið þér afslátt í félagsmanna? Er þetta ekki hættulegt að vera að koma til félagana svona með tvennum hætti? Nei, þetta þekkt. Samhengi til dæmis með svona afsláttarkjör á ýmsum fyrir fólk eins og til dæmis að fara í bláa lónið og annað þessar. Nei. Samhengi félag hjá starfsmönnum ríkis og sveitafélaga þannig að þeir eru ekki að semja við bláa lónið eða þá sem að gefa afslátt. Ég meina þó við séum Gunnar að semja svona afsláttarkjör þá er ekkert inn í okkur stað. Það er ekkert svoleiðis. Ég er ekki andmælaður, ég bara að spyrja þess út í það sem Nei. Það verður allt upp á borðunum. Já. Hvernig líst þér á þetta, Ólöf? Ég hafði satt að segja ekki leitt hugan eitt að þessu möguleika. Ég kannski hef horft meira til skattalækkana þess háttar. Ég veit það ekki. Það er alltaf leið. Þú hugsar þetta er nýstárleg hugmynd hjá Guðmundi. Það verður kannski rætt þetta í aðdraganda þess að það verður kosið með einhver hætti á milli ykkar. Kannski ég spyrja þess að því ef þið viljið gera útskipta fyrir þá sem ekki þekkja að hver er keppnin á milli ykkar? Þið eru að keppa því að leiða A-listan, en hvað mun gerast? Hver er það sem að velur hvort það verður Guðmundur eða Ólöf Helga sem að leiðir? Ólöf Helga varaformaður, ef ég má spyrja þig að þessu. Já, nú bara er uppstillingarnefnd búin að setja upp lista sem þeir ætla að leggja til. Svo mun stjórnin fara við þennan lista á 50daginn og trúnaðarráð. Veistu hver listin er? Ég er búin að sjá hann, já. Og hver er í efsta sæti á þessum lista? Ég er ekki tilbúin að tala það kannski núna. Við í stjórninni... Guðmundur, ert þú búin að sjá listan? Ég veit alveg hvernig hann er. Hver er valinn formaður fyrir A-listan? Ég veit það, já. Ég get bara sagt að það er ekki ég. Það er ekki þú, þannig að við erum 3 hérna og ég get sagt það líka, það er ekki ég, þannig að það er þú, Ólöf Helga. Já, en eins og ég ætlaði að koma inn á, þá mun þessi listi fara fyrir stjórn og svo trúnaðarráð, þar sem allt getur gerst. Það getur hvað félagsmaður staðið upp og það getur hver sem er staðið upp og boðið sér fram til formanns og á listan hvernig sem er. Þannig að þó að ég sé á listanum núna, þá er það ekkert. Við áttum okkur á því, en ég ætla bara að spyrja Guðmund. Ólöf Helga segir að geti hver sem er stigið upp á trúnaðarmannafundi og lagt til breytingar. Ætlar þú að gera það? Já, ég get alveg upplýst það, Gunnar, að við ætlum að setja fram C-lista, já, við ætlum að gera það. Já, þannig að þið ætlið ekki að mótmæla því að Ólöf sé efst á A-lista, heldur ætlar þú að búa til þín eigin B-lista? Nei, ég ætla ekki að gera það og það er alveg rétt eins og Ólöf segir að á endanum verður það trúnaðarráð sem er æðsta félagsins og það ræður hvernig þetta allt saman fer og það er eins og Ólöf segir, það getur einhver komið þar upp og borið fram lista og hann samþykkur. Já, fyrirgefðu, þá er það þannig að þú ætlar að leggja fram lista, trúnaðarráðinu, nýjan A-lista og það voru þá kosið á milli þeirra lista og sá listi sem að vinnur það, hann verður A-listi trúnaðarráðs. Já, náttúrulega.
En svo getur ykkur aðri félagsmenn komið með B-lista, svipað og Sólveig Anna og Guðmundur gerði á sínum tíma, eða ekki? Búist þið við því að Sólveig Anna komi aftur með B-lista? Ég veit það ekki, en ég bara fagna því að það sé valkostir fyrir félagsmenn okkar. Ég Mér finnst það að vera sem mest kosið inn í verkalýðsfélögunum. Hvað sér Guðmundur, býst þú við að, sem gamall B-listamaður, býstu við að komi annar B-listi svo þegar A-listin liggur fyrir á endanum? Ég svo sem gerir mér enga grein fyrir því hvað Sólveig Anna að hugsa. Hún hefur lítið tjáð sig opinberlega eða á Facebook-miðli sínum og ég satt að segja, ég hef bara hreinlega ekki hugmynd um það. Nei. Ok, herðu, ég bara fór út í þetta af því að það komi fram núna bara, ég vissi það ekki, að listin væri raunverulega komin fram sem verður lagður fyrir trúnaðarráð, þess vegna fór ég að tala um þetta. En þið, eitt sem að þið nefnið bæði, það sé svona samvinna eflingar við önnur félög og sameinuð séu verkalýðsfélögin sterkari og þá eigið þið líklega við að það sé eðlilegt að Efling starfi með starfsgreinasambandinu, móti kröfur þar og farið í samninga með starfsgreinasambandinu. Síðast var það ekki þannig, þá klauf Efling sig frá starfsgreinasambandinu og fór í samningaviðræður með verkalýðsfélagi Akranes og VR, ef ég maður rétt. Ólöf Helga, við má byrja á þér. Finnst þér það hafa verið röng aðferð, hefði verið snjallara fyrir Eflingu að vera áfram með starfsgreinasambandinu og halda áfram. En svo kannski þeir sem ekki þekkja það, þá kom eiginlega starfsgreinasambandið inn í þær viðræður á endanum og allir sömdu saman á endanum. En það var tímabil þar sem Efling með styrk sínum gat dregið sig frá til þess að knýja á eitthvað, kannski róttækari kröfur heldur en starfsgreinasambandið setti sig við. Eru þið að gagnrýna þennan söguþráð sem var í aðdraganda lífskjarasamningana? Ólöf Helga? Nei, sko. Samvinna og samstæðan sem ég að tala þarf ekkert endilega því að við séum samferða SGS í samningaviðræðum. Sú ákvörðun hefur ekki verið tekin. Á þessum tímapunkti erum við náttúrulega bara einbeitt okkur að því að taka saman kröfugerð frá okkar félagsmönnum og hagsmunir félagsmanna okkar náttúrulega það sem við brennum fyrir og ef að samvinna og eitthvað svoleiðis með öðrum stéttarfélögum það sem hjálpar okkur í samningaviðræðum þá að sjálfsögðu skoðum við það. En ákvörðun að afhenda SGS samningsumboð fyrir Eflingu hefur bara ekki verið tekin. Þannig að samvinna og samstæða þarf ekki einmitt að vera það í mínum huga. Og, þú veist, heldur hvað? Ég meina, upplýsingaflæði, þú veist, vera tilbúin til þess að deila, þú veist, til dæmis útgefnu efni. Við erum með hellinga góðum einblöðungum og svo framvegis sem að önnur stéttarfélög geta nýtt sér. Önnur stéttarfélög eru með samninga sem að okkar félagsmenn eru til dæmis ekki að nýta sér. Við vorum eitthvað að ræða til dæmis í dag möguleikan á að kannski einhvern veginn skoða hvernig við getum fengið hópbifreiðastjóra hjá okkur sem eru að vinna hjá kynnisferðum en keyra fyrir strætó til þess að fá sömu kjör og strætóbílstjórar að fá. Það er alveg ótrúlegt að okkar bílstjórar séu ekki á sömu kjörum þrátt fyrir að vinna sömu vinnu. Þannig að við erum byrjuð til dæmis að skoða það hvernig við getum unnið það saman. Því þetta eru sameiginlegir hagsmunir okkar félagsmanna og þeirra. Þeir sem eru að keyra fyrir strætó og vinna beint hjá strætó, eru þeir ekki í Eflingu? Nei, þeir eru í samhengi. Guðmundur, hvað meinar þú með svona aukinni samvinnu? Ertu að meina það að Efling sé alltaf sterkari með því að vera í samfloti með starfsgreinasambandinu eða? Það er náttúrulega þannig, Gunnar, að eftir því sem félög starfa flest saman þá eru stærri og öflugri og ég held að menn hljóti nú að skoða einhvers konar samvinnu þar til að byrja með. En ég vil segja að það tókst ágætlega með VR og verkalýðsfélagi Akranes síðast, það tókst ljómandi vel og við þurfum að hlusta meira á okkar fólk og ég var nú með svo sem tillögur það síðast að deildarskiptafélaginu og okkur á að gera það, jú, það er til þess að reyna að draga fólkið inn í Eflingu, fá það, virkja það betur og ég var með þau hugmyndir að
eins og til dæmis með leikskólafólk, Eimskip, Samskip, Rútukallana, Reykjavík aðhlyninguna, það fólk sem að vinna í fiskvinnslu, Össur. Ég vil fá þetta fólk inn í Eflingu sem litla stjórnir, 3 til 5 manna stjórnir, og þær hittast einu sinni í mánuð. Þetta verður svona brota af þessu fólki eins og til dæmis rútubílstjórar. Þeir funda einu sinni í mánuði og þeir móta sínar tillögur vegna þess að þeir þekkja eðlilega manna best hvað brennur mest á þeim og hvað þarf mest að laga. Þeir koma með tillögur til okkar inn á borð stjórnar sem er þá endanlega það sem ræður, og þar tökum við þessi tillögur og vinnum úr þeim og búum til þær kröfugerðir, og svo mjög hentugt að fá einn úr þessum aðalum inn í samninganefndir þegar kemur að því að semja vegna þess að þetta fólk veit nákvæmlega hvað verður að fara fram á. Þess vegna er þetta mjög mikilvægt að þessir hópar komi inn í Eflingu og haldi þær reglulega fundi, séu litlar stjórnir, og þannig er þetta miklu betur virkjað fólkið í þessum fyrirtækjum öllum, og þá verðum við nánari og betri tengsl við það. Þetta fyrirkomulag sem er í mörgum félögum út á landi, það sem er svona deildarskipting. Það getur verið sjómannadeild og verslunarmannadeild og svoleiðis, út að tala um svona sambærilegt fyrirkomulag, nema það verði deildir þeir sem eru í umönnun og þeir sem eru að vinna á Eyrinni og þarfundugutunum og bílstjórar og fyrir. Akkúrat, það skiptir miklu máli að fá þetta fólk inn í Eflingu og fá það til þess að tala saman og virkja þetta allt miklu betur vegna þess að það er mjög erfitt að fá fólk inn í Eflingu. Ég þekki þannig sjálfur í samtökum við rútubílstjórana, það verið gagnrýndur fyrir það að við ekki sjálfur mætti á fundi og annað þess ára, en það var bara mjög erfitt að fá rútubílstjórana til þess að mæta á fundi vegna þess að þeir voru að vinna á öllum tímum, sólarhringsins má segja. En með þessu þá muni ég leggja mikla og þunga áherslu á að ná þessum hópum inn í Eflingu og fundareglulega. Við nefndum hérna samningana, lífskjarasamningana svokölluðu. Guðmundur, varst þú í samninganefndinni þá? Hjá rútubílstjórum? Nei, ég var þar. Já, ok. En Ólöf, hvað segirðu þetta með deildaskiptingu Eflingar? Er þetta snjallt hjá Guðmundi? Þetta er mjög áhugaverð nálgun og sannarlega er þetta til annars staðar. Einu áhyggjurnar eins og Guðmundur bendir á, þá náttúrulega er erfitt að fá fólk til þess að vera virt hjá okkur. Við höfum bara í rauninni átt erfitt með að manna, trúnaðarráð og stjórn, þannig að ég er bara svolítið hugsi yfir hvernig það verður að fá fólk til þess að sinna þessu starfi. En þetta er áhugavert, sannarlega. Þetta snýst að virkja fólk til starfa inn í félaginu. Er ekki trúnaðarráðið þá raunverulega svona uppbyggt? Þar eru vistmargir sem eru frá leikskólunum og vistmargir sem eru frá höfninni og vistmargir sem eru. Þannig að trúnaðarráðið á að endurspegla sirka bát hvernig félagarnir eru. Ólöf, er það ekki rétt? Jú, í rauninni bæði trúnaðarráð og stjórnin. Við viljum náttúrulega helst leitast til þess að endurspegla einmitt félagsmennin okkar. En svo er hitt, ég meina að það skapast alltaf betri umræður í hópum sem að vita nákvæmlega hver að tala um. Við þekkjum það líklegast öll frá vinnustöðum bara hvort það er núna eða í fortíðinni. Þegar ég satt með hlaðmönnunum á Reykjavíkurflugvelli, þá gátum við talað mun meira um það sem okkur fannst vera heldur en þegar ég kom svo kannski á trúnaðarráðsfund. Það voru alltaf aðrar áherslur hjá öðru fólki. Þannig að þetta er sannarlega áhugavert. Ég bara eins og ég segi, þetta er kannski ekki það sem ég hef verið að leggja áherslu á. Þetta hefur verið gagnrýnt í eiginlega flestum svona stóru fyrirtækjum, þetta er ekki bara hjá ykkur, þetta er út allt. Það sem að þegar fyrirtæki verða stærri að þá finnst félagunum kannski þetta síður vera mitt félag eins og sagt er. Þetta er komið fram í sameiningu hjá iðnaðarfélagunum, þar sem að menn sakna bara trésmíðafélags Reykjavíkur, þar sem ég fór á fund og hitti bara smiði og nú þarf ég að sitja að fundi með einhverjum pípur og málurum og eitthvað svona. En svona er mannfélagið að fólk leitar í því að vera í samskiptum við þá sem eru líkir sér. Þannig að þetta er víða í verkefnisfélagina sem er verið að ræða svona hluti. En nú langar mig að spyrja ykkur aftur svona út í svona almenn kjaramál. Og ég byrja núna á Guðmundi að því að byrja á Ólöfu hingað til.
það virðist vera svoleiðis að samtök atvinnulífsins og viðsemjendur ykkar ætla að stilla því þannig upp að það sé bara ekkert svigrúm fyrir launahækkanir. Launahækkanir eru miklu meira heldur en möguleiki var fyrir hendi, hefði átt að draga hækkanirnar fram núna síðast og þar áður, þannig að það sé tómt mál að tala um að verkalýðshreyfingin geti sótt einhverjar launahækkanir í samningunum í haust. Hver er þín afstaða, Guðmundur? Er færi á því að sækja launahækkanir? Já, fyrst vil ég bæta aðeins við þar sem við vorum að tala um áðan að varðandi trúnaðarmennina, það sé erfitt að fá trúnaðarmenn. Við getum líka að skoða þann möguleika að greiða trúnaðarmönnum eins og stjórnarmönnum eingreiðslu í lok hvers árs. Það er alveg hægt að gera það. En varðandi þetta með starfsgreinasambandið, jú, það þeir gráta náttúrulega mikið það sé ekki hægt að vera með neina krónutölulega hækkanir eða hækka laun almennt. En eins og ég sagði áðan að þá okkar aðalmál að það að fá ríkisstjórnina með okkur í skattalækkanir og lægstu laun og umfram allt að tryggja það að vextir hækka ekki í landinu. Það öllum í hag. Við sjáum alveg hvað hækkun stýrivaxta hefur í för með sér og verðbólga fyrir húsnæðislán. Það margir með þetta 30, 40, 50 milljónir í húsnæðislán og þá sér það hver maður að þetta alveg gífurlegar byrðar sem fólk ber. Þess vegna skiptir öllu máli að halda vöxtum niðri og fara þá í skattalækkanir á þessar lægstu launum. Það algjört lykilatriði. Mætti orða þannig, Guðmundur, að þú teljir það sem kannski ekki færi á miklum launahækkunum, að þá sé færi núna á að sækja á ríkisvaldið alls konar hluti sem að kannski væri síður hægt ef að launahækkanir verður meiri. Já. Er það svona tækifærið í samningunum? Já, ég myndi halda það væri tækifærið í samningunum vegna þess að ef við tökum ferðaþjónustuna eins og vorum að tala um hana áðan að hún mjög brotin. En við vonandi allavega það sem menn hafa verið að tala að við erum farin að sjá pínlítið í ljósið núna, að veiran sé að fara að gefa eitthvað eftir ef við gefum okkur það að ferðaþjónustuna fari hér ansi hratt af stað í byrjun sumars, mitt sumar og horfum inn í framtíðina þá sú atvinnugrein mjög björt. En eins og ég sagði áðan að þá skiptir það öllu máli að það að verja þessar kjarabætur sem við höfum og passa upp á að verðbólgan fari ekki af stað og vextir ekki. Það algjört lykilatriði. Ólafur Helga, þetta rétt mat að það sé, þið hafa unnið hjá fyrirtæki sem voru í ferðaþjónustu og standa höllu fæti, en það önnur fyrirtæki í landinu sem hafa það bara déskoti gott. Færi á launahækkunum eða ekki? Já, ég sammála því. Við þurfum náttúrulega að ná fram betri skattalækkunum fyrir sérstaklega fyrir láglaunafólk. Þar skilar peningunum sér til okkar. En ég meina, við sjáum fyrirtæki ennþá greiða sér út arð og ég bara eins og ASÍ segir það nóg til. Þá langar við að spyrja annað sem að það var gerð könnun hjá ykkur, ég alveg vissum, en það var gerð sambærileg könnun held ég núna hjá Einingu Iðju, Akureyri og Afl á Austurlandi svona stöðu félagsmanna og það kemur fram að margir félagsmenn í þessu félögum að neita sér læknishjálp, svona það sem hægt að kalla á útlöndum working poor. Þau eru í vinnu og launum en geta raunverulega ekki lifað sómasamlegu lífi eins og við myndum vita það, geta farið til tannlæknis. Sumir hafa þurft að neita sér og börnum sínum heilbrigðisþjónustu og þar fram til götunum. Þetta fólk sem kannski í þessari stöðu oft vegna þess að það á leigumarkaði og að borga svívirðilega leigu. En þetta að dæmi það að láglaunafólkið stendur mjög erfiðlega efnahagslega, ekki bara af því að þau með lág laun, heldur stuðningskerfið, einu sinni var heilbrigðisþjónusta ókeypis og þar fram til götunum, einu sinni var meiri áhersla lögð á uppbyggingu félagslegs húsnæðis. Hvað með slíkar kröfur, Guðmundur? Færi núna á að gera kröfur á stjórnvöld gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu, uppbyggingu félagslegs húsnæðis, þannig að ykkar félagar
geti betur lifað af þeim launum sem þeir fá. Þessi stuðningur hinum einn frá. Já. Ekki bara í gennum launum. Nei, sjálfsög. Eða skattalækkanir. Nei, það er sjálfsögðu þetta að það var náttúrulega könnun þarna í Eflingu og það kom í ljós eins og þú réttilega segir að fólk hefur ekki efni á að veita sér læknisþjónustu sem er náttúrulega bara ekki í lagi. Og það er spurning hvað Efling getur gert til þess að aðstoða fólk sem er á virkilega bágt. Og þú nefndir til dæmis eins og tannlæknaþjónustu að fólk sem hefur ekki efni á tannlæknaþjónustu, við vitum það og ég veit það nú mjög vel sjálfur að tannlæknaþjónustu í Íslandi er alveg geypilega dýr. Ég var sjálfur í Budapest fór nokkur skipti og það munaði gríðarlega miklu. Við getum því ekki að koma með eitthvað svona styrki, við erum alls konar styrki, því má ekki skoða til dæmis tannheilsustyrki fyrir Eflingarfólk og styrkja það þannig. Ég sé ekkert að því að það verði skoðað. En varðandi heilbrigðisþjónustu þá vitum við alveg hvernig hún er í dag. Hún er á mjög slæmum stað út af COVID og þar er verið að reyna að laga en ekki gengur hægt og ég sé ekki alveg fyrir mig hvernig við getum beitt okkur þar. En eins og ég segi, við getum hjálpað til á mörgum stöðum með fólk er á virkilega bágt og annað þetta. Það sem við þurfum að gera eins og ég nefndi áðan. Við þurfum að beita þessum 30.000 manna félagsmönnum til þess að ná fram afsláttskjörum hingað og þangað inn í samfélaginu. Við getum alveg gert það. Þú ert svolítið að tala um að beita félaginu með þeim hætti. Hópflug til Búlgaríu í tannviðgerðir, eitthvað svoleiðis? Já, sko, því ekki það. Það voru búnar til alþjóðuferðir í gamla daga til þess að alþjóðufólk gæti farið í sumarleyfi til Sólarstranda, þannig að þetta er ekki hæðastaðir, ég er bara að taka dæmi hvernig það hægt að beita afli félagsins með þessum hætti. Já, þetta er stórt félag og ég sé í sjálfu sér ekkert að því að þessi leið yrði skoðuð vegna þess að þeir þekkja það sem hafa farið til dæmis að það kostar gífurlega háa fjárhæðir og hjá mörgum eru þessi fjárhæðir ekki til. Þeir sem eru á leigumarkaði en komast ekki inn á kaupendammarkaðinn, þeir þekkja þetta alveg og þetta er gífurlega erfitt og ég er meira en tilbúin til að skoða eitthvað svona leiðir. Ólafur Helga, hvað með þessa hörnun stuðningskerfis ríkisins, heilbrigðisþjónustan, svo náttúrulega því að þú nefnir áðan kjarafréttir, þar hefur verið að benda á hörnun barnabótakerfisins sem að dregur niður lífskjör foreldrakynslóðarinnar þeirra sem er með börn. Síðast voru það að fjalla niðurbrot vaxtabótakerfisins. Býstu við því? Ég veit að kröfugerðin er byggð á könnunum meðal félaga og svona, en myndur þú búast við því að það kemur fram kröfur sem eru á þessum nótum? Já, ég geri ráð fyrir því að við einbyttum okkur mjög mikið að þessum sköttum og bótum. Ef við finnum leið til þess, þá sjálfsög erum við tilbúin til þess að berjast fyrir fríri læknisþjónustu og tannlæknaþjónustu. Okkar félagsmenn eru láglauna fólk og er fólki sem þarf að neita sér svona hluti sem er alveg ótrúlega leiðilegt. Sem betur fyrir allavega börnin farin að fá gjaldfrjálsar tannlækningar og svona, þannig að það er eitthvað, en ég sé alveg ástæðu fyrir Eflingu að beita sér þarna. Ok, Ólafur, má ég spyrja þig húsnæðismál? Hvaða sérðu fyrir þér að Efling muni gera fram kröfur lagfæringar á húsnæðismálum eða stöðu leigjenda? Ég verð náttúrulega að viðurkenna, ég er ekki sérfræðingur í öllum málum, en ég veit að húsnæðismarkaðurinn er alveg aglegur. Við þurfum að setja eitthvað þak á leigu, við þurfum að rétta stöðu leigjenda á Íslandi. Það er gífurlega erfitt að vera leigjandi, ekki bara há leiga, heldur óöryggið á leigumarkaðinum, háar tryggingar, erfiðleikar bara með að sanna sína stöðu
Ég hef verið sjálf á leigumarkaði og það var mjög erfitt. Sem betur fyrir ég ekki lengur á leigumarkaði því að öryggisleysið í rauninni sem að býr við þarna því að leigusalinn getur á hvenær sem í rauninni bara sagt upp af því að hann þarf að nota íbúðinni í eitthvað annað. Ég hef í rauninni ekki alveg, ef ég á að segja alveg eins myndað mér mjög sterka skoðun á þessu, enda eins og ég segi þá erum við með gífurlega fært starfsfólk hér inni sem að getur komið með sérfræði þekkingu og álit á þessu. Guðmundur, húsnæðismál, þú hefur nefnt rætt við að mikla áherslu á vexti áðan, en fyrir utan það, sérðu fyrir að Efling muni koma fram með einhverja kröfur til þess að bæta stöðu leigjenda, auka uppbyggingu félagslegt húsnæðis eða bjargs eða eitthvað slíkt? Já, við vorum með varandi bjarg hérna upp í Gráinum að það tókst það ljómandi vel og við þurfum að halda áfram á þeirri leið sem þar var og svo það alveg rétt að það í næstu kjarasamningum að þá verðum við að setja leiguþak, það gengur ekki annað og það verður að finna leiðið í því öllu saman og eins og Ólfur segir réttilega þá er leigjendamarkaður mjög erfiður og þungur og óöryggið alveg gífurlegt og það er hlutur sem kemur inn í næstu kjarasamninga varðandi leiguþak og við þekkjum það nú í Finnlandi, þá sprakk nú stjórnin út af leiguþaki en þetta er mjög stór þáttur í næstu kjarasamningum, það er húsnæðismál. Herðu, en þið eruð í þessari stöðu út af sérstökum ástæðum að Sólveig Anna sagði af sér og þannig að ég get ekki verið með þennan þátt og ekki talað fílinn í stofunni. Þannig að mér langar bæði að spyrja ykkur Sólveigu Önnu og skrifstofu Eflingar. Ég má byrja bara á því Sólveigu Önnu. Ólöf Helga, hvernig fannst þér Sólveig Anna standa sig sem formaður Eflingar? Mér fannst Sólveig bara standa sig mjög vel og ég held að innan hreyfingarinnar sé bara mjög mikið samstæðan það að Sólveig stóð sig mjög vel, við erum með henni mjög þakklátt fyrir það sem hún hefur gert fyrir hreyfinguna. Hún vakti sannarlega sofandi risa. Hún hefur gert mikið fyrir erlenda félagsmenn hjá okkur. En að sjálfsögðu var þetta ekki bara hún, þetta var ekki bara stjórnin, ekki bara skrifstofu Eflingar, þetta var allt félagsfólk Eflingar. Félagar sem að tóku þátt í baráttunni, mættu og kusu. En já. Þannig að þar tókst að virkja almenna félagsmenn sem að þið voruð að tala að væri erfitt áðan. Einhver leyti tókst það á þessu tímabili? Já, og ég er ekki að segja að það sé ómögulegt að virkja félagsmenn. Það hefur bara verið erfitt og sannarlega tókst það þarna. Og við bara horfum fram á við, ætlum að gera sömu hluti, við ætlum að virkja félagsmenn og fá þá til þess að taka þátt í baráttunni með okkur því að baráttunni er ekki lokið. Guðmundur, hvernig fannst þér Sólveig Anna standa sig sem formaður Eflingar? Sólveig Anna stóð sig ljómandi vel sem formaður Eflingar, ljómandi vel og ég hef í sjálfu sér ekkert út af hann að setja annað þetta sem var á milli mín og hennar. Þetta gekk allt saman eins og voru að lýsa hér að framan á hana þá hefur þetta félag breyst heilmikið og það er þetta að þakka B-listunum fyrir þá og henni í forsetið þar. En Guðmundur, hún rekst út að eigin sögn út af erfiðleikum í samstarfi við skrifstofu Eflingar. Að þessi baráttukona sem að þið eru að lýsa sem að vakti upp sofandi risa og þið gefið því góða einkunn, að hún mata sem svo að henni væri eiginlega ófært að vinna þarna. Þannig að ef að er í lagi með Sólveigu Önnu, er þá ekki eitthvað stórkostlegt að skrifstofunni, Guðmundur? Þegar þetta kom upp á sínum tíma varðandi þessa ályktir sem kom frá trúnaðarmönnum, heyrði af einu og ég vildi fá hann inn á borðstjórnar og vildi fá að vita hvað var að og ég var náttúrulega eins frægt var ég var neitað það og það var enginn sem stóð með mér í því hann inn í stjórninni að fá þetta fram og ég þurfti á endanum að leita til SGS og ASI og þar voru ekki neinu verkferlar að fara eftir. Og talandi það að ég hefi bolað Sólveigu Önnu út úr Eflingur er langt frá sannleikanum, svo mjög langt frá. Þegar síðan
þetta bréf kemur fram að áður en það kom að þá var Sólveig Anna í baráttu við Icelandair ásamt Ólöfu og þá veiktist staða hennar mjög svo við það að fá þetta bréf fram. Hún fór síðan til starfsfólk, var með fund með starfsfólki og óskaði eftir því að þau studdu hana. En hún var ekki búin að leysa þessi mál inn á skrifstofunni varðandi óánægju starfsfólks og varðandi framkvæmdastjórann. Og hefði Sólveig gert það á sínum tíma og komið þetta inn á borð til okkar, þá hefðu þau leyst þetta í sameiningu. Og á þeim tíma þá óskaði eftir því að hefði settur þarna inn vinnustaðasálfræðingur til þess að fara yfir og kanna hvað þetta væri sem var að þarna á skrifstofunni. Þannig að gengur ekki að það var verið að reka fólk af skrifstofunni og það var komin ykkur ótti starfsöryggi þeirra sem voru þar eftir. Og það var náttúrulega í sjálfu sér gat ekki gengið og mér sem stjórnarmanni náttúrulega bera athuga hvað að ske. Og mér, eins og segi, var haldið frá þessu. Og hefði þetta komið svona inn og síðan fengið vinnustaðasálfræðingur, hann hefði komið með skýrslu inn á borðstjórnar. Þar hefðum við tekið á þessu öll í sameiningu og leyst þennan vanda og þá hefði ekki þessi ótrúlega staða komið upp að Sólveig hafi sagt af sér. Það var enginn sem fór fram að hún sagði af sér, ekki nokkur einasti maður og ég veit að Ólöf getur staðfest það. Hún tók þessi ákvörðun algjörlega einn og sér. Það var enginn sem flemdi hana út af stjórninni, ekki nokkur, ekki eins og ég. Sérðu eftir Sólveig Guðmundsdóttur? Sjálfsögðu gerði ég það. Hún var öflugur sem formaður Eflingar og þið getur öll tekið undir það. Hún var komið með algjörlega nýja strauminn í íslenska verkefnisbaráttu og var aggressív og hörð og náði góðum árangri og þetta er þyngri en tánum tæki að þetta skildi að fara svona, en ég vil bara nefna það að því það hefur verið inn á þessu svokallaða rauða stéttabaráttunni alveg ótrúlegar umræður að ég hafi bólað henn út og ég sé fautu, ég sé hitt og þetta er alrangt. Menn verða aftur þessu umræðinu og hafa hana rétta. Annars ég ætla að fara að rekja ykkar samskipti sem að sömuleyti var gert núna í haust, bæði að þér og henni. En þú sagðir áðan að við hefðum getað leyst vandann. Hver er vandinn eða hver var vandinn? Getur orðað það fyrir okkur sem ekki þekkjum til Eflingar? Vandinn var fyrst og fremst inn á skrifstofunni að starfsfólk kvartaði undan framkvæmdastjóranum og var að færa fólk til í starfi og annað þess og ég hafði samband við nokkrar þessar konur sem var sagt upp og þær báru mér allar sömu söguna og á þessu vildi ég taka eins og ég sagði áðan og fór yfir. En það var því miður ekki gert og við höfum getað leyst þetta allt saman. Þetta er allt saman svo mikið klúður frá upphafi til enda og engum öðrum ekki heldur en Sólveig sjálfur. En vandinn var samt, þess að þú segir að framkvæmdastjórinn, það er ekki Sólveig, það er Viðar Þorsteinsson sem hún tala. Já, og Sólveig er náttúrulega yfirmaður Viðar Þorsteinssonar og ég veit ekki af hverju þetta fór svona hjá þeim að þau skulle ekki hafa tekið á þessu vanda og komið með henn inn á stjórnarborðið og þar eiga menn að leysa vanda. Og þessum gögnum var mér hafnað og það var alls ekki rétt. Ólöf Helga, Guðmundur sagði sakna Sólveigar Önnu og það við þig líka? Hvað segirðu? Ég er að spyrja Ólöf Helgu hvort að hún sakni Sólveigar Önnu líka? Þetta er náttúrulega svolítið flókin spurning. Sólveig gerði mikið fyrir okkur og var á sínu tíma mjög mikilvæg. En ég tel hana kannski hafa bakað verkalýðsbaráttunni svolítið ógagn núna. Bara með þeirri orðaði sem hún hefur haft á samfélagsmiðlum. Eftir að hún hætti þá, þetta áttu við það? Já, eftir að hún hætti. Mér líka mjög vel við Sólveigu Önnu og ég kunni mjög vel við að vinna með henni og ég vildi að ég gæti vilja fá hana tilbaka en ég á mjög erfitt með það. Eftir ég kom hérna inn á skrifstofuna þá get ég ekki sagt það sem að hún hefur verið að segja á samfélagsmiðlum sé satt starfsfólkið.
Þetta fólk sem að leggur sig mikið fram við að sinna starfinu sínu. Sannarlega þurfum við að veita þeim meiri fræðslu á sumum sviðum, en starfsfólki okkar brennur fyrir þessa baráttu. Þannig að þú sér að það engin vandi á skrifstofu eflingar sem þarf að taka á? Nei, ekkert umfram það sem á öðrum vinnustöðum, að sjálfsögðu koma upp ágreiningsatriði, en ég meina að það náttúrulega okkar að hlusta á starfsfólkið og taka til greina það sem þau hafa fram að segja. Og þetta bara því miður, þá fór þetta mál úr böndunum. Það vildi enginn sjá Sólveigu stíga til hliðar og eins og Guðmundur sagði, þetta var náttúrulega hennar ákvörðun. Og þegar hún var búin að taka hana þá náttúrulega gat stjórnin ekki annað heldur en stutt það, og við skiljum það að sjálfsögðu undir stöðugum árásum. Þetta mikið andlegt álag og hún taldi sig ekki geta gert annað. Ég skil það, en ég vildi óska hún hefði þá bara stigið til hliðar og haft sig hæga þar til nú að hún getur komið fram ef hún hefði viljað það. Já. Ég spyrir það einu varðandi listana því að formaður mikilvægur en það líka verið að kjósa raunverulega meirihlutastjórnar núna. Mikil breyting á öðrum frambjóðendum samkvæmt tillögunum sem eru núna? Já, við náttúrulega við uppstillingarnefnd ákvað að bara auglýsa eftir tilnefningum og það bara gekk ótrúlega vel. Við fengum inn mikið af tilnefningum. Við Guðmundur náttúrulega sendum inn okkar framboð og þannig að þetta mjög skemmtilega listi. Og hann mikil endurnýjun, það mikið nýju fólki sem ekki áður í stjórn sem að koma fram núna. List á þennan lista svona fyrir utan að þú myndir vilja hafa annan í fyrsta sæti, Guðmundur? Líst þér vel á endurnýjunina sem þarna? Eða þetta líta á hana lista þarna sem fólk sem að koma og mun íta í burtu einhverju sem fólki sem skilgreint sem stuðningsmenn Sólveigar? Eitthvað svoleiðis sem má lesa út úr þessu, Guðmundur? Nú heyrði ég afskaplega illa í þér. Ég sé aðrir sem á listanum sem hefur verið að bjóða fram. Hægt að lesa út úr því að þarna sé fólk sem á að koma inn í staði fyrir stuðningsfólks Sólveigar Önnu í stjórninni? Nú veit ég ekki hvaða fólk þetta sem búið að tilnefna þarna í stjórn, þannig að það ekki búið að gefa þau upp ennþá, þannig ég get ekki sagt það með pass. Nei, þú bara vissir að þú værir ekki á honum, það fyrirgefðu. Ég held þú hefði séð listan. Nei, Við skulum ekki eyða miklu samtali í lista sem við höfum ekki séð. Herðu, ég held að þetta sé bara orðið gott í okkur, við erum búin að sitja hérna inn í tæpan klukkutíma. Það hefur komið fram að fréttir í þættinum að uppstillingarnefnd stillir Ólöfu Helgu Adolfsdóttur fram í fyrsta sæti á sinn lista, en það trúnaðarmannaráðið sem að mun velja og Guðmundur Baldursson ætlar að mæta þar með sinn eigin lista og þá verður kosið innan Eflingar það hvað verður A-listi og þegar hann leggur fyrir að þá verður auglýst kosning og þá geti vel verið að myndi birtast annar B-listi. Þannig að það eitthvað sem að segja mér það að við munum ræða formannskjör í Eflingu oftar hérna á næstunni. En ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað og gefa ykkur tíma til að spjalla við mig og reyna að útskýra þetta allt saman fyrir mér, Guðmundur Baldursson og Ólöf Helga Adolfsdóttir. Hérna á eftir byrjar nýr þáttur á samstöðunni, það Leigjandinn í umsjón Guðmundar Hrafns Arngrímssonar. Hann ætlar að segja fréttir af hagsmunabaráttu leigjenda, bæði hérna heima og víða heim. En síðan færa hann til sín 2 gesti, það Jón Rúnar Sveinsson sem mannafróðustur íslenskan húsnæðismarkað. Hann mun ræða svona hvernig hann hefur þróast og hvað enginn hann, en síðan mun Guðmundur Hrafn líka tala við Anniku Valberg sem framkvæmdastjóri Alþjóðasambands leigjenda. Á morgun verður hérna rauðaborðið klukkan 8 á sama tíma og þá verður voðalega mikið grín því að það kom hérna milli jól og nýjárs að þá vorum við með þætti, vorum að spjalla hitt og þetta og Sonja Þorbergsdóttir, formaður BSRB, spurði óskaði eftir því að ég fengi grínara til þess að koma hingað og ræða það hver þróunin hefði verið í gríninu, hvort það hefði verið að breytast. Það var svona einhver tilfinning þarna milli jól og nýjárs að grínið beindist núna frekar af svona venjulegu fólki og samfélaginu okkar, frekar heldur en valdhöfum og þeim sem að fara með völd í samfélaginu. Við munum ræða þetta á morgun við marga grínara sem að koma hérna og margt annað sem að tengi því að grín náttúrulega orðið svo stór þáttur í okkur að það ætti raunverulega að vera
grín þáttur alveg svo Kiljan, ég ætla ekki fleiri sem að fylgjast með gríni heldur en að lesa bækur, ég veit ekki það. Við sjáum til, hittust á morgun klukkan 8, en ég þakka ykkur kærlega fyrir í kvöld.